Já, velkomin á Rauðaborðinu á Samstöðinni. Klukkan 8, þá verða það fréttir hjá mér Sigurjón Magnús og María Lilja. Við ræddum það nú aðeins hérna fyrir viku og 2 vikum og 3 vikum að svona hveitibrauðsdagar ríkisstjórnarinnar myndu enda með fjárlagafrumvarpinu. Og það sömuleyti það að gerast. Við ætlum bara að byrja á frétt sem að ríkisstjórnarinnar var með viðtal við Höllu Gunnarsdóttur, formann VR. Og hún þarna að tala skerðing bóta, atvinnuleysisbóta. Já, sem alveg verulega mikil skerðing. Já, þetta töluverður peninga líka. Þetta svo 6 milljarðar sem ætla að sækja þangað frá fólki sem atvinnulaust. Það annars vegar, það skerðingin þannig að þú getur ekki verið atvinnulaus eftir 30 mánuði. Núna það þannig. Já, núna það fara með henni í 18. Já. En það önnur skerðingarna. Þú þarft að hafa verið í fastri vinnu lengur til þess að fá. Já, mun lengur. Þú eru 2 ár núna, en þú voru 3 mánuðir eða eitthvað. Eru 3 mánuðir segja og verða... Já, ég alveg 2 ár. Yeah. Það alltaf lengi þar og hérna verkalýðshreyfingin hún rís upp á afturfætunar. Já. Ég ekki álíka á upphæð og hækkun og veiðigjöldum. Jú, það var talað að það var stemt að svona 8 milljörðum og svo var einhverja breytingar, þannig að það ekki alveg. Það var eftir að koma í ljós, þannig að þetta svona svipað. Og svo það annað sem að ríkisstjórnin sækir til verkalýðsins. Það að það voru bætur inn í lífeyrissjóði með þunga örorkubyrði sem eru fyrst og fremst lífeyrissjóðir erfiðisvinnu fólks. Já, til að spyrta heldur. Og þar töluverðar upphæðir. Það miklu hærri upphæðir en þetta sem það sækja. En hvernig stendur á því að ríkisstjórnin fer þessa leið? Ég nú að því að þetta er ekki atvinnuleysistryggingasjóður, er það ekki bara svona sameignarsjóður fyrir launin? Fjárlögin eru stefnu yfirlýsing ríkisstjórnar, hinn raunverulega. Og þegar þeir gera sitt fyrsta þá bara kemur þú að þetta bara hægri sjótt sem bara heggur þá sem það minnst með sín. Hafið þið séð, verkalýðin bregðast eitthvað við svona? Við erum að fara yfir það núna. Þetta skjóta reyndar inn einni að því að miðstjórn ASÍ var að funda í dag og þeir voru líka með ályktun sem voru að skammast út í útgerðina sem að segja fólki og hóta segja fólki út á óánægju sinni með veiðigjöldin og sem setja sig ótæk hegðun að beita starfsfólki eins og pólitísku vopni. En síðan önnur frétt ASÍ og það þetta sama að krafa miðstjórnarinnar það að ríkisstjórnin finni einhver aðra til þess að fjármagna ríkissjóðs heldur en atvinnulaust fólk. Já. Og eitt í viðbót að því að tímarit Samekis kemur reglulega út. Já. Og þar meðal annars viðtal við Sonju Þorbergsdóttur, formann BSRB. Og hún að tala annað sem inn í þessu. Það ráðagerðir að skerða rétt opinberra starfsmanna. Ég fæ það eftir Sonju Þorbergsdóttur og Höllu Gunnarsdóttur. Ég ætla að ræða fjárlagafrumvarpið. Og ég ætla líka að spyrja út í þessa skerðingu á réttindum opinberra starfsmanna. Hvort að félögin á almenna markaðnum muni styðja BSRB í því að reyna að verja þetta. Stundum heyrir maður að það ekki alveg svona fullu stuðningu við það. Þetta svona réttindi sem þú hefur og ég nú ekki með þau og eitthvað svona. Það náttúrulega hættan við slíka afstöðu það að þú ert að verja réttindin en að jafnind allt niður á við. Þannig allir sem sömu vondu réttindin. Það náttúrulega eðlilega krafa fólks á almennum vinnumarkaði að hækka upp í það sem opinberra starfsmenn en ekki að taka það af. Já, það mitt ekki öfugt. En ég held að þetta hafi verið sömuleitt rétt hjá okkur sem vorum benda á að þessar vikur munu verða straumkorið í því með stuðning til ríkisstjórnar. Það komið ljós að hún við getum sagt bregðast ansi mörgum. Já, bara sínu klærnar, það bara þannig. Já, þetta vinstri velferð? Nei, alls ekki. Það hætta við þú lofa þessu að þú komið kórutt út. Það nákvæmlega þessu. Mest lagt á þá sem minnst hafa. Það bara að atvinnulausir það jafn mikið og veiðigjöldin. Já. Þetta alveg það var sko kynnt í sumar sem einhvern stórkostlegt réttlætismál gagnvart útgerðinni. Það eitthvað stórkostlegt réttlætismál að skerða réttindi atvinnulausra? Við setjum heimsmet í málþófi út af útgerðinni en svo bara með atvinnulausinu þá bara... Já, það ekkert málþóf. Það fólk sem verst hefur það sko. Já.
Þetta finnst mér ekki gott. En ég ætla að skjóta inn hérna, að því að ég ætla að spyrja þar eftir, hérna, hvað getið þið gert? Því að það ekki samningar og sumleiti þá eru þótt að sko atvinnuleysistryggingasjóður hafi verið settur á sínum tíma með eftir löng verkvöld, þetta er verkvöldin 56, að þá þetta raunverulega opinbert kerfi. Þannig að þetta ekki beint samningsbundið, þótt að það sé kannski gengið út frá því í samningum. Og sama má segja með bætunar inn í lífeyrisrétt, þetta var hluti af einhverju yfirlýsingu af einhverjum af þessum kjarasamningum sem ríkið gerði, en í sjálfu sér getur ríkið tekið þetta, þannig að verkalögurinn getur ekki brugðist við. En svo ekki raunin í Frakklandi, að ég með frétt frá Le Monde, það sem það eru á að vera mikil verkvöll á morgun og þarna enda greinin að fjalla það. Hvernig ætlar verkalýðshreyfing, það bara 10% verkafólks í Frakklandi í verkalýðsfélögum. Það kemur kannski mörgum óvart, þannig að verkalýðsfélögin eru áberandi einmitt í svona að vera bara með leggja niður vinnu og þau eru að mótmæla fjárlögunum. En þannig að Le Monde þannig bara að velta fyrir sér hvernig ætla ná fólki út á götunar. Ég held að það verði stór, mikil verkvöll. Og mikil þáttaka í mótmælum á morgun. Af hverju ekki fjárlögunum mótmælt hér? Það má ekki fyrir verkvöll. Nei, það mótmælt maður. En ég með það að mótmæla, það með það sem ég segi, hvað verkaliðurinn til þess að mótmæla meðferðinni? Bara fyrst að mæ ykkur skrúkum. Þetta er mikilvægur munur á því að í Frakklandi getur verkalýðshreyfingin farið í verkvall til þess að mótmæla fjárlögum, en hérna getur það ekki. Þú mátt bara fara í verkvall ef það er hluti af kjarasamningum og að það sé komin einhver niðurstaða að það sé ekki að fara lengra. Þannig að það þarf að vera komið með málið inn til ríkissáttasemjara og búin að lýsa því yfir að þær tilunir hafa ekki gengið, þá máttu fara í verkvall. Það mátt ekki fara í verkvall. Er það þarf fólkið bara að leggja niður störfi eða eitthvað, ég meina þetta er umulegt. Ég satt fund hjá verkalýðsfélagi og þeir eru alltaf að fara í aðgerðir og þá sagði ykkur þetta er ólöglegt, við megum þetta ekki og þá sagði formaðurinn upp í pontu strákar, ef við getum ekki gert þetta löglega þá gerum við þetta bara ólöglega. Við erum með þessi skilabóti verkalýðshreyfingarinnar. Ein svolítið skrítið frétt. Ríkisútvarpið byrjaði í morgun með að ríkisendurskoðandi hefur verið tilkynnt undir lögreglu. Þetta hljómar nú svolítið svakalega. Þetta er Guðmundur Björgvin Helgason sem er ríkisendurskoðandi, en hann ekki endurskoðandi. Hann skrifar upp á alls konar sem ríkisendurskoðandi og samkvæmt lögum að þá má enginn skrifa upp á endurskoða reikninga nema að vera löggildur endurskoðandi. Mér finnst þetta bara eitt mest að skrýpa mál sem ég hef nokkuð tíman. Ég allavega skrýpa mál ársins. Eða ég væntanlega síðustu ára því að ég meina hafa ríkisendurskoðendur alltaf verið bara ekki endurskoðendur. Þeir hafa verið endurskoðendur. Allir hafa tveir held ég. Já, en ég meina hver í óskapur réði mannin til starfa? Þá getur svona pólitíki. Gylfi Magnússon. Ég meina þetta líka settur hann í alveg glata. Gylfi Magnússon sem er prófessor í viðskiptadeild í háskólanum sem endurskoðun er kennd. Hann líkti þessu við það að það væri bara einhver lögfræðingur væri fórstjóri Landspítalans og hann væri sjálfur að skera það upp. Þú ert hlind tví eða? Nei, einmitt ekki. Ég bara skil ekki hverju. Hann skrifa undir. Hann var að fram eftir mótni var hann að verja það að skrifa undir. Já, það væntanlega kemur með starfslýsingunni að ríkisendurskoðandi skrifi undir. Það gleymst það. Já, það hefur gert það reyndar með löggiltum endurskoðanda. En þeir eru ekki ég skilir þetta ekki alveg, þeir hafa einhvern veginn mist það sæti sitt, sko. Já, einmitt. En síðan fór þetta til löggunar og löggan er búin að afgreiða og búin að vísa málinu frá sem er held í Íslandsmet í afgreiðslu hjá lögreglunni. Já, hver vísa þessu þangað? Félag endurskoðanda. Já, alveg rétt. Herðu, það er forsíðan á pólitíkan, það er verið að fjalla það að Evrópusambandið út af þetta er tvennt í þessu. Það er annars vegar samþykkt Sameinuðu þjóðanna að þessi þjóðarmorð á Gaza, nefndar á vegum Sameinuðu þjóðanna. Og svo hins vegar var nefnd á vegum Evrópusambandsins sem að kemst að þessu sama. Sem að leiði til þess að Evrópusambandið verður að endurskoða viðskiptasamninga við Ísrael. Og það er í gangi. Og þessi fréttur það. Og það er allt það er verið að undirbúa í Danirnir láta þannig að það sé verið að undirbúa einhverjar refsiaðgerðir við Ísrael en við erum líka að segja frá að Ísraels ríkisstjórnin er alveg brjáluð. Já, Evrópusambandið er stærst í kúninn, sko. Já, það hins vegar, sko, ef maður lesir þessar fréttir að þá er margt sem að bendi til þess að samkomulag náist ekki innan Evrópusambandsins einhver aðgerð í Ísrael.
af því að það þurfa að vera flest löndu þurfa að vera sammála þetta og það bara, það sér enginn út úr þessu. Þannig að það svona mikill taugatitringur í þetta. Ég með frétt frá Ítalíu líka sem þetta sama. Það þetta byrjar á því að hann Smotrich sem ráðherra í ríkisstjórn í Ísraels, hann að tala þarna stórkostlega plön að reisa Gaza, á Gaza. Lögregluríki verð það ekki? Nei, þetta mikil fasteignaævintýri sem hann að koma þarna verði gert í samvinnu við Bandaríkin. Já, Donald Trump, hann byrjaði á þessu. Það er líka verið að fjalla þarna að það sé verið að undirbúa þessa samninga og Netanyahu algjörlega brjálaður og beitir alla sína stuðningsmenn í Evrópu mikil hörku við að stoppa þetta. Tengt þessu með þessi plön sem ég held að við höfum byrjað að fjalla þetta fyrir einhverju löngu síðan og þá var þetta bara hvað rugl þetta við munum ekki til vídeóinu sem að Trump dreifði það sem að mynda á Elon Musk að baða sig í peningum og hann og Netanyahu held ég að drekka kokteil á einhverju sundlaugabakka og þá var litið á þetta sem eitthvað svona skringilegt þetta bara raunveruleg plön og það sem þetta tekist líka aðgerðanum sem eru núna vegna þess að nú byrjað að senda inn á Gaza ekki bara herinn heldur hálfgerða svona leiguliða sveitir fullar af Ísraelsmönnum þar sem að þeim lofað borgun með landi á Gaza. Já, einmitt. Þetta í Haaretz í dag. Þetta bara svipað og þeir gerðu í Sýrlandi núna, síðast. Þarna hefur verið svona tengsl á milli hernaðar og stjórnmála og einhverja bara klára glæpamennsku. Mörkin á milli eiginlega bara það ekki hægt að greina það lengur. Það er bara umvölu ágjöfslegt. Herðu, en ég veit ekki hvort að þetta sé góð frétt. Borðarðu Ben & Jerry's, Sigurjón? Nei. En þú, Marja? Já. Ég búið að Ben & Jerry's einfallega vegna þess að Ben og Jerry eru svo miklir mannverir. En þetta einmitt svona, þetta svolítið áhugavert mál vegna þess að þeir hafa verið mjög duglegir Ben og Jerry að taka þennan málstað Gaza og Palestínu. Og þeir eiga svona móðurfélag sem heitir Unilever og þetta Þeir eiga það ekki, Unilever keypti þá. Já, Unilever á þá, einmitt. Og Unilever á allt. Það er eiginlega bara svolítið þannig. Og Unilever hefur verið að þakka svona niður og aktivismann þeirra þannig að gamli gerði hann bara gerði sér lítið fyrir og hætti og það með látum. Nei, Jerry hætti, Ben áfram. Já, mitt. Já, þetta var akkurat þannig. En ég borða bara kjörís. Stiður í samstarfsfólki. En það er annað í þessu, þetta er svona liður í kannski svona sniðgöngu samtalinu og svona og þá kannski verðt að minna á að það sniðgangan er helgina. Ég hvet allar til þess að googla það núna snöggt og finna út úr því. Þú ert líka með frétt af afleiðingunum af árás Ísraelsmanna á Hezbollah í Líbanon. Það sem við sprengdu upp símboða, þetta kallar það ekki? Jú, þessi frétt, þetta er í rauninni bara, það er verið að snerta á þessu ári seinna. Það er þetta fjöldi fólk sem varð fyrir miklum áhrifum af þessu. Sprengdu símboða og einhver svona símtæki. Þeir sem áttu að vera í eigu Hezbollah, ég meina margir þeirra voru það ekki og einhverjir voru í notkun hjá bara fjölskyldumeðlumum Hezbollah liða. Þetta hefur alltaf skilið eftir sig alveg heilmikil manndæ og í lífi fólks en það sem er áhugavert í þessu er að það er núna akkurat árið seinna Netanyahu kom í fjölmiðlum í fyrradag og þá það var svona, mátti greina svona ákveðna hótun í því sem hann sagði var að tala fyrir fullorðsala fólki og sagði þú veist, þið standum í Ísrael, þið vitið við eigiði símtæki finnst ykkur svona gott þú veist, þessi matur góður og annað slíkt, þannig að hann er svona það mátti greina, eða það voru svona einhverjir með áhlatta á internetinu sem vildu meina það að þetta væri hótund bara til alþjóðasamfélagsins að þeir væru bara gjörsamlega með fingurnar í öllu og við ættum að halda okkur á mottunni. Það er ennþá mikið mannfall á Gaza þessu undanfarna daga hafa verið svona rúmlega 50 sem hafa fallið, ég held að það hafi verið komið yfir 90 áður en að þessi fréttatími byrjaði. Já.
Herðu, hér frétt veiðigjöldin og allt sett á ís sem að tengist þessu vorum við áðan að tala það sem ASÍ var að kvart yfir því að starfsfólk í landi væri notað sem svona í pólitísku tilgangi. Já, þarna er sko 3X sem voru á Ísafirði. Skaginn keypti það og var Skagi 3X og fór svo í gjaldrótt og þarna er búið að vera nóg að gera sko. Þar til núna, það er bara veiðigjöldin eru það og allar svona framkvæmdir, settar ís, segir þessari frétt. Svo í sama blaði, sko, þá er þessi, hún er sko talsmaður SFS. Já, og það eru mörg spennandi störf í sjávarútvegi, segir hún, og hún er raunverulega bara að skora á ungt fólk að líta til þess að þarna eru tækifærin aldeilis. Sama tíma einhver annar segir að þetta sé allt komið á ís og ekkert að gerast. Þú trúir þessu mátulega? Já, ég er ekki hægt að trúa þessu. Svo er þriðja fréttin. Það er þessi segir tækifærin til verðmætasköpunar er víða. Þessi maður heitir Brynjólfur Gísli Eyjólfsson og sjóðstjóri hjá Íslands sjóðum. Og hann segir stöðu sjávarútvegsins vera góða í alþjóðlegum samanburði. Á ekki mín að beinast fyrst og fremst að fjárfestingu sjávarútvegsfyrirtækjanna og því að verðmætasköpun færist úr landi með auknum útflutningi á óunnum afla. Það er bara allt í bullandi gangi. En þarna fyrst mér reyndar þetta með óunnin fisk að við hljótum ekki að setja takmörk fyrir því hvað má flytja mikið út. Það geti ekki bara einhver útgerðarmenn sko, sem hafa aðgang að Íslandsmiðum stjórna því að flytja fiskinn óunninn til Póllands eða Portugals. Það gengur ekki bara upp. Við hljótum ekki að sagt bara nei við þessu. Þetta er sjáu þetta. Hverju að trúa? ASÍ hefur heyrt þetta að það sé bara allir að halda sér höndunum og maðurinn í Ísfrost eða hvað það heitir, ég held að þetta Ísfrost, já. Hann er bara allt sett á ís og svo kemur bara SFS og segir bara sjáu þið ekki veisluna komið í partí hjá okkur, nóg að gera, endalaust tækifæri. Það eru smá frétt í lokinu þessu sjávarútveginn. Það er veggmynd sem er á húsinu sem er kallað sjávarútvegshúsið, það er verið að loka því að það á að klæða húsið. Þetta mun ekki finnast fyrir einhverju fornleifafræðingar koma þarna og finna þetta þarna undir. Ég horfa á þetta á hverjum einsta degi, út úr gluggan, eldhúsgluggan hjá mér. Ég er búin að vera að fylgjast með þessu grænt í sumar. Þú færði einhverja klæðningu í staðinn? Ég fæ einhverja klæðningu, kannski koksgráa. Mikið er ég heppin. Vonandi gráa bara, eins og allar eins. Ég var að viðurkenna það, ég saknaði alltaf sjómannsins sem að var. Ég stóð með sjómanninum. Hann þótti ekki vera nógu gott listaverk, þannig að það var ákveð að skipta þessu út. Herðu, það er frétt sem var beðið eftir allan heim í dag hvort að bandaríski seðlabanki myndi lækka vexti og hann gerði það 0,25%. Og sömuleyti held ég að Trump muni lýsa þessu sem sínum sigri. Hann var að þrýsta mjög á það og hann var að reka fólk sem að talaði gegn því að þetta lækka vexti. En ástæðan er fyrst og fremst að það er aukið atvinnuleysi í Bandaríkjunum og það er svona, þannig að efnaðslega ástæða fyrir þessu. Þetta er ekki bara það að hann hefði þröngvað þessu í gegn og kannski er þetta minni lækkun heldur en hann var að vonast til. En það er ódýrar að skulda í Bandaríkjunum á morgun. Og raunvextir bandaríska seðlabankans eru náttúrulega ekki eins háir og hérna hjá honum Ásgeiri. Nei. Það er ekkert líking við það. Talandi Trump, hann er í konungsheimsókn. Ég tók heldur þessi Daily Mail sem er svona konungssinnað blað og það er svona við hæfi. Ég las hérna myndi sem er hérna neðri myndin hérna. Já, það sem að hann er að heilsa verðandi drottningu. Og þá hefði einhverjir varalesarar séð það að hann sagði við hana mikið ertu sæt. Já, það er hreinlega ekki við hæfi. Það er ekki við hæfi bara almennt. Hún er búið að sæt, jú, það vantar ekki. Já, maður þarf ekki kannski að segja þessa. Nei, það er algjör útþarfi. Hún er Það búið að vera víða mótmæli, frétt frá BBC. Það eru mótmæli út á götum, hérna er hann kallaður burtu með fasistan. Þjóðamorðingi og þar undir göttunum. Það var líka, fólk hafði fyrir því að prenta út alveg risastóra mynd af honum og honum Epstein og hengja utan á Windsor-kastala. Það var ekki kastall, það var ekki ljóskastall. Nei, þetta róu, þetta voru innkeyslunni, voru marga myndir af þessu. Ég veit ekki hvernig í verðinni fóru að þessu eiginlega.
Þeir crowdfunduðu borðan, sko. Þetta var heilmikið verkefni. Herðu, en fyrst að verum í konungs fréttum, þá þetta Aftenposten, þetta leiðar í Aftenposten, sem að segir það að Haraldur eigi að svipta Mörtu Lúísu, dóttur sinni, prinsessu Naboth. Og ástæðan svo að það hefur verið að sitja í gang, verið að koma bara núna á Netflix, þeir sem er áskatað Netflix geta hort á það. Ég held að heitir Rebel Royals, eitthvað svoleiðis. Það er sem sagt mynd Mörtu Louise og manninn hennar sem heitir Durek Verrett, svartur bandaríkjamaður sem er á myndinni. Og hann er að sömuleyti minnir þetta á mynd sem að eitt prinsinn í Breitlandi, Harry og konan hans voru með. Sem að þessi Durek er að tala það að konungsfjölskyldan í Noregi sé rasísk og meðal hans með því að hafa hafnað að láta eins og engin rasismi sé til. Þau heyra aldrei hvað hann segir. Þau eru alltaf að segja við dóttur sína að þau geta ekki skipt lossasöguna mann. Hann sé ekki við hæfi. Það var mikið talað þetta í Noregi þegar hún kynnist þessu manni, þegar hún giftist þessu manni og normenn tóku þetta margir hverjir mjög nærri sér að hún skildi vel sér svartan mann. Aftenposten sem er væri hægt að segja að þetta er stærsta blað í heimi af því að Moggi fór á annarkvort heimili í höfuðborgarsvæðinu en ég hefði Aftenposten var svo stórt blað að kom út tvisvarsinnum saman daginn. Þetta er svo gríðarlegt öflugt blað. Þeir eru með leiðar það að það er bara sviftana út af þessari mynd. Þetta er ótrúlegt. Og þetta bætist við vorum að fjalla í sumar með, hann heitir Marius Borg Hauby sem er sonur konu Hákonar Krónprins sem er Hákon er þá bróðir Mörtu Louise. Og hann er búinn að fá þessu ákæru fyrir hvað er fleiri en einan nauðgun? Já, þær voru bara 17 eða eitthvað. Þær voru alveg svona svakalega margar og fíkniefnabrot og ýmsa og alls konar ofbeldi. Og Haraldur voru mjög gamall. Hann er mjög veikur, muni ekki þegar hann fór til Malasíu og var einhvern veginn, allir held að hann væri bara að deyja. Ég er alltaf að bíða eftir því að eitthvað svona... Hækjur eitthvað? Hann er mjög gamall og rúlinn, kallinn. Já, ég var alltaf að bíða eftir því að Elisabeth, Englandsdrottning, að hún myndi svona einhvern veginn breyta til svona við, þegar hún var við grafabakkan að segja svona, jæja, nú komið gott, við ætlum, nú afsölum við okkur þessu og farvel, takk fyrir mig. En hann getur það ekki út af þessu veseni alltaf. Nei, en það er kannski að Haraldur gerir slíkt. Haraldur farið, þá farið þú Hákon. Já, þá kannski þakkar hann bara fyrir og leggur niður krúnun. Nei. Það má alltaf vona. Fyrst við erum í Noregi. Þá er frétt frá Dagens Næringslíf sem er svona viðskiptablaðið þeirra. Þarna er alþjóða orkumála stofnunin er að segja að það er allt og lítil fjárfesting í olíuleit. Og ég held að við höfum rætt þetta aðeins að því að olíuleiti datt allt inn í kosningabaráttuna því að það var talað að normenn myndu bara ekki fara að leita meiri og svona tekjurnar af olíunni myndu lækka henni frá. Kom í ljós að bara norskur almenningur vill það alls ekki vill bara meiri olíuleit og eitthvað fleira. Þannig þessu er svolítið slegið upp í Noregi og ég er náttúrulega að þengja við þessa umræðu sem voru með til dæmis í gær að það komið svolítið svona olíuæði á Íslandi. Meðal annars má sjá það í Mogganum í morgun. Og hver er mættur þar? Segðu Öryggismál. Öryggismál fyrir Íslendinga að finna eigin olíu, það getum ekki verið að háð. Ég svo kvikni gíin hérna eitthvað rundur og við springum. Svo við segjum að rússarnir taki Noreg og Sádi Arabía fari einhvern veginn í bandalag með Kína og við þurfum að kaupa olíu, þá verðum við að búa til okkar eigin olíu. Ég er svo mikið uppgjöf gagvart þessu olíutali að ég veit ekki hvað ég segja. En Sigmundur segir þetta? Já, ég er í uppgjöf gagvart Sigmundi. Ég held að verði töluvert talað olíuleit á Íslandi næstu vikur og mánuði. Já, mér finnst það líklegt. Herðu, það er frétt af miðjunni sem að Sigurjón Magnús er með. Já, þetta var fínt Þetta er Karl Gauti Hjallarsson, það er nú ljótt sem að ég hef svona vitnað í hann kallinn en hann hélt þingraði í dag og þá var hann að tala hann sem gert áður svo sem og miðflokkurinn hvað miklu peningi varið í svona baráttuna við loftslagsvána sem hann ekki trú á það. Hann ekki trú á vánu. Sigmundur sagði að Íslendingar myndu græða á
á hlínu jarðar. Já, sko. Mjög þangað til að við bara svona grillumst. Eða frjósum. Eða Golfstraumur fer og frjósum. Já, einmitt. En sko, hann fór að spyrjast fyrir þetta og við verjum 18 milljörðum ári, hann kýs alltaf að segja 80.000 milljónum. Já, það virkar mun stærra. Já, ég veit það. En það var að fara upp í 28.000 milljónir ári og hann vill meina það að þeir sem eru eitthvað vinna í kringu þetta að reyna að finna upp á eitthvað svona, að þá séu bara allir kranar ríkisins bara galopni fyrir þetta fólk. Sem að, hvaða fólk? Sem eru að berjast gegn Carbfix og þessu skilt hafi frétt að RÚV voru 6.500 manns sem að dóu í sumar vegna loftslagsbreytinga í Evrópu. Það var enda frétt straum en Jóhann Páll, umhverfisráðherra, hann var að tala einmitt að Íslendingar ættu aðeins að skoða þetta möguleika á að straumakerfið í Norður-Atlantshafi myndi falla. Og við töluðum svolítið það á sínum tíma. Kannski ættum við að taka svipað afstöðu og Kyrrahafseyjarnar, að við varum svona líkleg mikil fórnarlömb loftslagslínunar. Þannig við ættum að taka upp kannski harðari stefnu. En það myndi ekki skora í miðflokknum. FF7 oft með góða fréttir. Hérna eru með það að ósonlagið yfir norðurskautinu hafi þykknað. þetta góð frétt eða? Já, það er margt bendið til þess, segir það. Það sem sagt rannsóknir ykkur sem sína fram á það að þar sé ósonlagið byrjað að þykkna yfir norðurskautinu. Þannig að það er bendið til þess að það er bara því að við notum minna hárlakk heldur við gerðum 1980. Þá er hægt að ná árangri í samstiltu átaki. Nei, þetta er kannski upphafið að einhverjum niðurstöðum það. Ég vona það kannski. Ég fekk náttúruverndar tímur í gær og þau vildu meina það. Það er ansi margt gott að gerast í loftslagsmálum. Þannig að ég er með þessi það er svolítið hvort það hefur verið að fréttirnar séu neikvæðir ekki okkur. Hér er alltaf gleðið við völd. Já, við erum ekkert nema jákvæðin. Mér finnst þetta að vera hálf neikvæð frétt, þetta er úr pólitíkan. Það er að þeir eru að kaupa langrægar eldflugar. Og það veldur alveg gríðarlegri reiði Rússana sem að líta á að þetta sé ekki varnarvopn sem hefur verið að setja þarna upp í Danmörku heldur sé verið að árásarvopn, þannig að Danir sé undirbúa það að geta farið í Rússland. Já, og Rússarnir, þetta er sendiherran, það er pólitíkan sendi erindi á sendiherran. Og hann segir eitthvað í þessa veruna að einhverjum detti það í hug að setja upp eldflugar sem eru beint gegn kjarnorkuveldi, bendi til þess að menn eru að leika sér að einhverjum eldi hér. Þannig hann er mjög harður og sem að við erum svo bett á að allur þessi leikur er náttúrulega stórhættulegur sem að endanum þá fer eitthvað úrskeiðis og fer til fjandans. Ég veit ekki hvort að þetta sé tengt þessu máli en það var á þinginu, þá var Sigríður Andersen að tala það að við ættum að hætta að taka á móti flóttafólki frá Úkraínu. Já, þetta er hætt að fá það sem hún kallar frípassa. Þetta er þetta, Úkraínufólk hefur önnur réttindi þegar kemur að það er automatist 4 ára. Já, það bara er QR-kóði við landganginn og þú bara, ef þú ert frá Úkraínu þá færðu kennitölu. Samþykkt af öllum flokkum á þingi. Sem að hefur ekki verið neitt til vandræða. Engin andmælt þessu, fyrir í dag. Já, en hugsa ykkur. Það er alltaf verið að tala um flóttamannavandann. Við erum með bara stöðuga straum af flóttafólki frá Úkraínu sem að kemur hingað og það bara gengur inn í störf og það fær kennitölu bara strax. Og það er ekkert vesen. Eins og var á Venezuela fólkinu. Akkurat. En þetta það er svo sem engin frétti því að miðflokkurinn vilji vera vondur við útlendinga. Ég held að þetta sé ákveðin frétt að það er engin andmælt þessu. Ég geta verið frétt það líka að Snorri Másson, hann er búinn að vera á þinginu held ég núna 2 daga í röð að tala um það að háskólinn er fyrir Íslendinga. Já, einmitt. Þú ætlar nú að fjalla það á morgun? Ég ætla nú að fjalla svolítið vel það á morgun. Við tölum við svona erlenda stúdentarhreyfingu eða stúdentarhreyfingu nema af erlendum uppruna í Háskóla Íslands. En gengur þetta hjá hann Snorra vegna þess að Íslendingar sækja mjög mikið nám til útlanda? Það skiptir einhverjum. Já, en það líka... Ekki hjá þeim, en þeir verið að tala um þetta. Við bara geta farið til útlanda en enginn var komið fólk misnoti þessa gjafmild okkar að þeir fá frítt nám hérna og
námið sér. Þetta verður að borga fyrir námið sér. Ég veit að þetta er svo mikið skrípanleikur. Já, ég vil hlusta á þetta þingin í dag. Já, ég veit það. Sko, hann heldur að þetta sé frá kaupunum einhverjar vinsaldir, hann sér núna, hann getur orðið Charlie Kirk Íslands. Kannski er hann bara þessar skoðunar. Ég er ekki viss um það. Þá getur hann alveg sagt Ísland fyrir Íslendinga. Hann er að segja það. Háskólinn er fyrir Íslendinga. Já, en hugsið ykkur sko... Hann segir mér þess að bakari sig fyrir Íslendinga, það trublar hann ef afgreiðslu konan svarar honum á ensku. Hann er kvartað við því. Næstu í aft mikil viðbröð. Þá er hann sjaldan í góðu skapið maðurinn. Hann er næstu í aft mikil viðbröð og hann Simpson, þingmaður sjálfstæðisflokksins við áfussu töpp. Ég gerði hann reyndar að kannum mínu daginn að skoða hvað Snorri Másson stæði fyrir á Alþingi og það er hægt að sjá svona þingmálaskrá og það er hægt að sjá við allar ræðurnar og allt þetta og það, ég greini ákveðna taktík hérna, ég ætla ekki að fullera það neitt en ég greini ákveðna taktík. Hann tekur mál sem eru svona, þetta eru svona deglumál sem eru á TikTok, þetta eru á svona, þú veist, þetta eru á svona hægri TikTok, þetta er svona menningarstríðismál, hann tekur þau á sama tíma og sér þau á TikTok og hann ber þau upp á Alþingi Íslendinga og hérna, það er hérna það má já, en það má hvað viltu bara að þessi borðið upp mál sem er í mókanum eða? Nei, en hann yfirfærir eitthvað sem er ekki hérna, innlendur vandi Mér þú verið full skver í þessu hann er að fiska grugguðu vatni Já, hann er bara populisti Hann er bara populisti, það er bara það Hérna er frétt af Vísi, hún er reyndar aðeins það er nefnilega uppselt á 50 sýningar í Línu Langsokk Það þýðir að þessu voru selja 25.000 miða og það eru 187 milljónir sem að við farið þarna sem að Línu Langsokkur hefur Línu Langsokkur er líka ríkasta stelpa í heimi Nei, hún færið það ekki, það er Þjóðleikhúsið sem færið það Já. En ég fór á sýninguna og ég fekk hérna 5 stelpur sem komu hérna eftir sem að fóru líka á sýninguna sem eru á aldrinum 7-8 ára og ég hef verið með svona leiklistarumfjöllum hérna og ég ætla að hafa þannig að ég ætla ekki að tala við aðstæðendur, ekki við Línu heldur að ég tala við hérna stelpur aldrei við Línu ég held að hún væri svona 7-8 ára hvað held að Lína sem komur? Lína er orðin 100 ára sko Það er engin pælt í því En hún er svona í kringum 8 ára Já, mér finnst það þetta var tímamóti á Rauðaborðinu að koma 5 leiklistargagnrýnendur saman og ræða Línu og líka hvaða gildi hún hefur fyrir hérna ungar stúlkur hvort að maður eigi að vera óþekkur og hvort að maður gera það sem maður sjálfur vill eða hvað sem maður er sagt að gera það eru mörg gríðarlega sterk hérna siðferðislega álitamál inn í þessu sýningu Ég ætla bara að lega mér halda því fram að þetta hafi bara verið klárustu og snjöllustu og skemmtilegustu gestir Rauðaborðsins í mjög langan tíma En sko svo er náttúrulega Lína er náttúrulega svona kvenhetja sem var allt og lítið af áður þannig að þetta var svona mjög sérstök staða sem að Lína er búin að hafa það í langa tíma Hún er bara frábær persóna Já Hún er það Herðu, Washington Post Það er hérna, hvað myndi þetta heita? Þetta er svona smitsjúkdóma deild, það sem að Robert Kennedy Jr. Rakalla sem að hérna, og nú eru þau að eiginlega fara fram á bætur og eru fleira ára að koma fyrir þingnefndir og eitthvað fleira. Veistu það, ég er búin að reyna að setja mig inn í þetta mál af því að þetta er rosalega stórt mál í Bandaríkjunum. Mikið fjallaði þetta en ég Hann er að leggja af hérna, bólusetningar Hann er að leggja af bólusetningar Það er nefnilega það sem hann er að gera Hann er að breyta allir í ungbarnavernd þannig að hérna, hún fari fram með allt öðrum hætti heldur en að eðlilegt þykir og allt öðrum hætti heldur en hérna, þetta er stórt mál Hann er að segja að heilbrigðisstefnan hingað til hafi verið samsæri gegn þjóðinni Akkurat sem er einhvern veginn samsæri lyfjafyrirtækja háskólana og alla lækna það er eiginlega öll samtök heilbrigðisfólks á móti þessu, það eru allar læknadeildir, allra háskólana og fáir sem er saman. Við þurfum að athuga það að hérna Bandaríkin eru mjög stór og Bandaríkin eru til dæmis með mjög mikið af ferðamönnum. Hvað ætlum við að gera við alla óbólusettu ferðamennina sem að fara nú að koma í umvörpum Evrópu? Þetta þýðir bara eitthvað svona allsherjar kaotík. Það er alltaf að við erum með Já, nú er ég að tala kannski á einhverju margra ára tímabili, ekki akkurat núna. Á COVID-tímunum höfum við
fyrir útvarpi sögu hvað bólusetningarnar voru hættulegar. Já, ég út að sagja kannski mjög ánægð með sko, mér finnst alltaf í lagi að gagnrýna Big Pharma og þú veist, og velta fyrir sér alveg svona alls konar kerfum sem við höfum bara einhvern veginn gengið inn í og séum tilbúin til þess að gangast undir gagnrýnulaust en þetta mál sem er mjög verst að fylgjast með, held ég. Já. Ég er með frétt hérna frá LA Times, það eru svona göngur hvítra þjóðin sinna, ganga götur og hafa hátt eftir morðið á Charlie Kirk og eru þar með svona ýmiss konar uppi meðal annars mikið gegn transfólki og þetta er svona veit ég hvað það minnir mig svolítið á Norður Írland fyrir ykkur þar sem voru alltaf svona göngur sem voru svona ögrandi og mikill viðbúnaður lögreglu og gangum hverfi þar sem að mátti ekki ganga og það er eitthvað svona stemming að vera til mjög víði í Bandaríkjunum, mikið af svona fréttum. Þetta er ágefninu, ég veit ekki, mér finnst svo erfitt að setja mig inn í þetta Charlie Kirk dæmi, ég vil að vegna þess að ég veit ekki hver hann er. Ég bara hafði þú bara fer þá í það og setur þið inn í það. Herðu, hérna er frétt allar frá Nýja-Sjálandi en hún er Bandaríkin. Og það er það að það var gerð svona, lág á heimasíðu tónsmálaráðuneytisins bandaríska, greinagerð svona ógnir innanlands og það náttúrulega kemur í ljós að helsta ógnin eru hægri öfgamenn og þeir hafa gert flestu hryðjuverkin og flest pólitíska ofbeldið en hún var allt í einu bara horfin. Hún er farin. Þetta er svona í liðnum það hvernig Trump er hægt og bítandi að breyta Bandaríkjunum. En tengt þessu að susarar ætla að halda fund og þeir bjuggu til svona ból sem er í anda Charlie Kirk og ætla að gefa þeim sem að koma þarna inn. Þannig að Charlie Kirk er orðin að svona vendadýling ungra sjálfstæðismanna. Helsi, það væri kannski meira tætt við þeirra í politík. En leigubílamálið, það á að setja aftur stöðvaskyldu á þessi tilraun Sigurðar Inga, mér geta að kenna það við Sigurð Inga. Hann er ekki ánægður með það. Hann held þetta að vera mjög góðar breytingar en það er bara klúðrast einhvern veginn í framsetningu innleiðingu. Þetta er umdeilt mál. Ég veit að ég fekk hingað til mín forsvarsmann frá Hopp-bifreiðum sem er svona lítið leigubíla kompani sem er með þessa aðalega þessa erlendu undirverktaka. Þetta er bara einhver þetta er eitthvað app sem að tekur peninga, þannig að þú kaupir að þessu og það eru fólk sem oft eru þetta bara innflytjendur og hælisleitendur sem að komast ekki inn á vinnumarkaðin er að vinna, þetta er svo Volt og eitthvað fleira, þetta fyrirtæki það sem að það er einhverjir menn sem eiga appið sem að taka kött af vinnu fólk sem að vinnur eitthvað skítavinnu þannig að ég ætla bara að taka það fram að það vitni er svoleiðis fyrirtæki. Hopp, já, ég veit ekki, er ekki öll fyrirtæki bara svona frekar slæm eða fara illa með eitthvað það er svona stór fyrirtæki það hafa sérstakann var á þessu fyrirtækjum það sem er ekki fólk er ekki ráðið til vinnu heldur það í einhverju harki það er líka þannig hjá leigubílstjórum hjá Hreyfli það eru harkarar sem að þú ert með leyfið og vinnur á Hreyfli þá getur ráðið hana til þess að keyra á nóttinni. Það er allt annað en að sé komið bara einhver einn aðili sem að situr að einhverja harki, einhverja 200 hælisleitenda. Já, ég meina það er bara, það getur hver sem er gert það, en það er bara, en stöðvarskyldan þýðir samt að þessi nákvæmlega sömu aðilar, þeir þurfi að þú veist, þá þarf bara að vera... Þeir eru 30 eitthvað leigubílastöðar, komið fram í fréttum í kvöld. Já, en þá er ég með leyfi á viðkomandi stöð. Já, en ég meina þetta breytir voðalega litlu. Jú, það breytir því að þú veist, það er ekki einhvert fyrirtæki eins og Volt sem er að taka kött af vinnu fólk sem að kemst ekki inn á vinnumarkaðin og er að vinna fyrir einhverju skítalaunum en það er einhvert fyrirtæki sem á eitthvað app er að taka kannski 30% af því sem að þú ert að borga fyrir þjónustuna
Og það var það sem að Sigurður Ingi lét undan. Það var kröfu til þess að búa til svona fyrirtæki, til þess að mætti fara inn á leigubílamarkaðinn, sem að hafði áður tekist að halda því þannig að þeir sem að unn á leigubílum hafði þó svona gátt alltaf að séð fyrir fjölskyldu. En þegar að þessi fyrirtæki eru komin inn á markaðinn, þá er fólk að vinna þann inni sem að vinnur allan myrkran á milli, en getur ekki séð fyrir fjölskyldu. Og að líta þetta sem eitthvað svona frelsi, þú getur farið bara í bólinn sem að susar á. Ég gerir það bara. Nei, óeðalegi finnur sér alltaf farveg. Það er ekki hægt að stoppa, sko, því að þá eru 30 eitthvað leigubílastöðar, við vissum bara 2 eða 3, sko. Það eru 30 eitthvað, það er búið að stopna svona litla leigubílastöðar. En í þessu, að þá stopparu, þá færðu ekki leyfi til þess að reka svona stöð nema uppfylla ykkur skilyrðum. En svo líka að meira prófið eða leigubílaprófið. Og með þetta líka máli eitt í þessu máli það kemur að fólk sem að ferðast til útlanda og getur notað alls konar svona þjónustu, kosta kúk og kanil, kemur ykkar heim og heimtar að fá þetta sama sem að byggir á misnotkun af fólki með mjög veika stöðu. Þetta er eins og þú veist að má aldrei tala um það þegar sem að fólk er með heimilishjálp að þrífa hjá sér eitthvað svona. Það sem að fólk er umverulega megið þorri almennings er að misnota stöðu fólks í veikri stöðu. Og þetta er kallað frelsi og við eigum að styðja það vegna þess að svona er þetta í útlöndum og ég held að ég veit ekki, ég sé þetta ekki alveg svona þetta leigubílamál og mér finnst að innverðar á þeirra sé einmitt að tala inn í svolítið svona ljóta orðræðu og hann sé að bregðast við kröfum taxihunter. Nei, þetta er ekki það. Þetta er víst stjórnleysi. Það er algjör stjórnleysi þarna og það er allir sem að vinna þarna vita það er algjör stjórnleysi. Það er bara allt í lagi að þá bara þurfum við að taka betur út þann hóp. Þetta snýst ekki það. Þetta snýst það ef þú ert á staur, skítblönk innflytjandi, ert nú með 46 í röðinni og þarf að bíða í 5 klukkutíma eftir að geta skuttlað ykkur með einum, það er bara stjórnleysi. Já, en við þurfum átt okkur á því að ég meina það er fólk notar í mjög auknum mæli leigubíla vegna þess að það er mikið að ferðamönnum hérna til dæmis. Það þarf fleiri bíla. Það þarf ekki 40 á staurinn, sko. Ég veit það ekki. Nei, það þýðir það að allur hópurinn er 40 á staurnum. Já, það er bara endalausar raðir af því það er bara engin takmörk fyrir að koma að gera leigubíl. Mér finnst bara allir mig að kera. En hvað með það skuttlara síðan? Þú verður bara að ganga í sus. Ég er bara hvettur til að fara bara á fullt sus og fá svona ból. Já, ég veit ekki. Hvað getur þið þetta með svona bós? Hátt í hálfur milljarður sem að kostar að halda Múhameð Kórani hérna á landinu. Þetta er áætlun frá Guðmundi Inga sem við töluðum hérna við fyrir vikunni. Já, hann sagði þetta hérna. Það eru fréttir hérna að því ég bara benda á að þessi frétt var fyrir 2 dögum á samstöðinni. Það er hérna úttekt á RIF kvikmyndahátíðinni. Já. Þetta er ekki fyrsta skiptið, held ég. Ekki fyrsta skiptið. Þetta voru, Lilja Alfreðsdóttir fær KPMG til þess að gera eitthvað svo allsærir úttekt á RIF. Vegna þess að það var starfsmaður, fyrrum starfsmaður hátíðarinnar sem að sendi Reykjavíkurborg bréf og hérna kvartar svona undan því sem hún fannst vera bara illa með sig og almenningsfé farið. KPMG gerir svo á þessa skýrslögnin eða verður atburðarás. Lilja Alfreðs fer fram á þetta, þessi skýrsla er komin og það er sagt frá henni þarna og það eru ég er hérna með hennar fyrir fram það eru 22 ábendingar sem eru svona misalvarlegar en það eru nú samt svolítið það verður sko ég veit ekki, það er eitthvað rótið í ríkitana. Ég myndi segja það en það er RIF núna eftir viku hátíðin fer fram með sama hætti en það sem mér þótti áhugavert í þessu er að ráðherra, ráðherra, nei hann menninga Logi Einarsson hann svona talaði eins og að núna ætti að kannski að skilyrða svona ríkisstyrki enn frekar og þetta er eftirlit með penningunum. Já. Herðu, það verður ekki sami frambjóðandi í efsta sæti Viðreisnar í Reykjavík. Nei.
og með að við kannanir að það í sumkönnunum hafa náðinn 3, þannig að það verður mikil eftirsókn eftir að komast þarna á lista. Ég veit ekki ef að spá gengur eftir að ríkisstjórnin sé að lenda í meiri erfiðleikum í samfélaginu, að þá verður kannski ekki sami meðbyrinn með Viðreisn næsta vor og í dag. Nei, það eru 2 sem að vilja komast inn. Það er búin að setja sand í bensíntanginn, sko. Ég held að Björg var í öðrum flokki. Ég las þetta, hún nefndi nokkra flokka. Já. Hún í sjálfstæðisflokknum. Já. Þetta er bara eins og ég í 4 flokkum. Hún hérna. Þannig að hún ætla bara að láta bjóða í sig. Mér finnst það bara svolítið snjallt hjá Björgu. Herðu, forsíðan á Viðskiptablaðinu, þar er meiri hlutin vill áfengi í búðir. Já. Ég byrði ykkur að kýra, það er hérna, björgunarhringurinn er graf. Já. Meiri hluti vill áfengi í sérverðslaninu. Þið sjáu það er ekkert engin meiri hluti í þessu grafi. Nei. Þetta skiptist næstulega bara í Nei, já. En þeir vilja í Viðskiptablaði, þeir vilja að áfengi fari í búðir. Já. Og þess vegna var þessi fyrirsögn til. 22,3% sem segja hvorki né. Það er alveg sama. Já. En það er næri 42% sem að segja já við þessu, sem að í mínu málbandi er ekki meiri hluti. Það er ekki meiri hluti. Ekki þegar að 23% segja hvorki né. Það skal standa neðanmáls. Það sagði mér eins og maður að í alla skoðanakannanir er niðurstaðan alltaf svo sama. Sumir sögðu þetta og aðrir sögðu hitt. Það er herðu, ég ætla að enda á einni mynd sem að mér fannst á Morgunblaðinu á bakinu, því að mér finnst þetta svo fallegt. Þetta er tré ársins. Nei, það er ekki þetta. Það er aftasta myndin. Það er tré ársins sem er ég ætla að enda þarna. Hvað getur þú sagt okkur tré ársins? Mér finnst það bara svo falleg mynd, sko. Er þetta grenitré? Þetta er grenitré í Jórukletti í Ölfusá. Það er Pétur finnur ekki myndina. Þannig að það er ekki það. En það er margir sem að kannast við þetta. Þetta er ekki farið yfir. Getur við fengið myndina? En ég vissi ekki til dæmis að það væri valið tré ársins. Jú, en hvernig er þetta þá ekki bara svona ringur ykkur? Það er ekki mörg. Það er ekki mörg tré á Íslandi. Nei. Þetta er klettur út í Ölfusá. Já, heyrðu. Vís ekki þetta glæsilega grenitré. Jú, þetta þykir mér fallegt. Þetta er hvernig lífið bara sigrar að lokum. Já. Það er alltaf von, alltaf von. Mikið fallegt að enda þessum notum. Þetta er endin á fréttunum Sigrún og María Lilja, kærar þakkir. Framundan er Rauðaborðið, hvet ykkur til að fylgjast með því. Ef þú ert að horfa á Facebook eða á YouTube, þá þarfst að finna annað streymi, slökkum á þessu. En ef þú ert að horfa á í sjónvarpinu eða hlusta á útvarpinu, þá engar áhyggjur af Rauðaborðið framundan eftir augnablik. Jæja, krakkar. Þetta er síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði náttúrulega aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýju kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.